Emil, 108-111 tap eftir framlengda leik. Þetta var skemmtilegt í lokin. Þetta er náttúrulega æfingamót, tímabil að byrja. Hvernig líst þér á byrjunum? Mér líst vel á byrjunum. Mér fannst þetta er annar æfingarleikur sem við spilum núna og maður sér bara að við erum að verða betri og en bara mér líst vel á þetta. Það bara þarf að fínpússa þessar hluti sem að koma bara jafnt og þétt og við erum bara aðlagast að spila saman. Vantar 2 í dag sem eru að spila stóra rulli í liðin okkar, þannig að við bara líst bara vel á þetta. Já, þetta er 3. árið með Lárus og 3. liði. Er þetta bara út í vanið þessum innskiptingum á leikmönnum? Já og nei, náttúrulega. Maður kemur alltaf inn og maður búinn að vera með liðið ári áður vel slípað og búinn að vera koma öllum með þessum hlutum sem að Lalli vill koma inn, sem tekur alveg tíma að koma saman. Og eins og segi, núna erum við með 7 nýja frá því fyrra, 5 útlendinga og 2 unga stráka í Daniel og Arnarberga. Þetta mun bara taka tíma og ég myndi ekki segja þessu vaniðinni en jú, þetta kemur smátt og smátt. Aðeins að þessi leikmenn hefur náttúrulega 2 meiddir hérna frá okkur. Þannig Svíinn Adam svona aðeins stöðugri heldur en Mazzarelli. Það er að koma í ljós á sem en já, bara við þurfum bara að komast ekki eins viltur. Ekki eins viltur kannski, nei, en við þurfum einmitt bara að komast í náttúrulega betra stand og til að geta hlupið meira og svo bara þessar fínpússunar atriði eins sem við erum að tala hvað er að menni að vera á réttu stað og svo varnarlega, við þurfum að vera aðeins betri agaðir þar. Já, spennandi leikmenn sem við erum með þarna í Daniel og Tómas og Inga frá Selfoss. Arnór. Þetta spenntir fyrir þeim? Jú, ég mjög spenntur og maður sér náttúrulega kannski svona hvað Tómas var að gera í fyrra. Hann var að koma inn og gera mjög flotta hluti og Daniel náttúrulega spilaði mjög vel í fyrstudeildinni fyrra og ég býð spenntur eftir að sjá það allana og bara vaxa í vetur, fá meira aðeins meira ábyrgð heldur en ári áður, þannig að það verður gaman. Tómas var svolítið vel með landsliðinu sumar og Tómas var að henda fyrir áfram núna að sjá í þessum leik, hann bara undir að segja móta þarna bara skrimsli. En eins og þú segir, þannig að þetta er stökk að koma fyrstu deildinni fyrir úr Fjölni og í úrvalsdeild. Já, og hann náttúrulega eins og í dag, ég er ánægður með hann í dag, sérstaklega Daniel, hann átti slæma kafla, fór út af, kom aftur inn og búinn að endursetja sig svolítið og kom aftur inn svona með góð ákjörð, búinn að gleyma að gera stáður og átti flotta kafla þarna og það er það sem við viljum sjá, að menn hengja ekki haus, koma aftur inn bara ákveðnir og þeir þurfa einmitt bara svolítið að því, að vera óhrættir við að gera mistök. Ég meina, það kemur með reynslunni, að gera allir mistök og þeir bara ekkert að vera svekkir svo mikið á því. Það var líka síkt hlutverk fyrir liða á svona eldri leikmann í liðinu að fá að móta þessa leikmenn, er ekki bara skemmtilegt? Mjög skemmtilegt og það er ekki meira sem ég er að gera núna. Ég er ekki kannski lengur í 30 mínútum að spila þessi en hlutverki mitt í liðinu er alltaf það sama og það er náttúrulega bara að vera leiðtogi liðsins og segja mönnum ef það vel gengur og það illa gengur og svona halda áfram að vera þessi maður til að leiða liðið áfram. Bara gangi ykkur bara frábærlega. Takk fyrir það. Takk fyrir.